Við skulum staðfesta orðið brúðkaupsveislu lambsins. Það himneska brúðkaupsveislan í Mattesi, kafla 22. Í Matthesarguspjall kafla 22, vers 1 ritað. Þá tók Jesús enn að segja þeim dæmisögur, líkt himnaríki og konung einn sem gerði brúðkaup sonar síns. Þegar við kennum sannleikann Guð móður, halda sumir því fram að við kennum hluti sem Jesús kenndi ekki. En hver að kenna þessa dæmisögu þegar við skoðum Mattheus, kafla 22 nánar? Við skulum skoða kafla 22, vers 1 aftur. Þá tók Jesús enn að segja þeim dæmisögu. Greinilega, hver að kenna þetta? Líkt himnaríki og konung einn sem gerði brúðkaup sonar síns. Hann sendi þjóna sína að kalla boðsgestina til brúðkaupsins, en þeir vildu ekki koma. Aftur sendi hann aðra þjóna og mælti, segi boðsgestunum, veislu mína hef ég búið, uxum mínum og alifé slátrað og allt tilbúið, komi í brúðkaupið. En boðsgestirnir skeittu því ekki, einn fór á akur sinn, annar til kaupskapar síns. En hinir tóku þjóna hans, mistyrmdu þeim og drápu. Konungur reiddist, sendi út her sinn og lét tortíma morðingjum þessum og brenna borg þeirra. Síðan segir hann við þjóna sína, brúðkaupsveislan tilbúin en boðsgestirnir voru ekki verðugir. Farið því út á stræti og torg og bjóðið í brúðkaupið hverjum þeim sem þið finnið. Þjónarnir fóru út á vegina og söfnuðu öllum, sem þeir fundu, vondum og góðum, svo að brúðkaupssalurinn varð allskipaður gestum. Konungur gekk þá inn að sjá gestina og leit það mann sem var ekki búinn brúðkaupsklæðum. Hann segir við hann, vinur, hvernig ert þú hingað kominn og ert ekki í brúðkaupsklæðum? Maðurinn gat engu svarað. Vissulega dæmisagan himneska brúðkaupsveisluna kenning Jesú. Hver var tilgangurinn með því að kenna þessa dæmisögu? Þema þessara dæmisögu brúðkaup. Til þess að brúðkaup geti átt sér stað, hverjir þurfa að vera þar í raun? Brúðgumi og brúður þurfa að vera þar. Hér segir, líkt himnaríki konungi sem bjó brúðkaupsveislu sinni sínum. Konungurinn vísar til Guðs og sonurinn táknar Jesú Krist sem kom til jarðar sem lambið. Ætti þá ekki að vera brúðurinn sem mikilvægust í veislunni? Ef brúðguminn nefndur, hlýtur brúðurinn líka að vera til, jafnvel þótt hún sé ekki nefnd. Ekki hægt að halda brúðkaupsveislu án brúðarinnar, það ekki? Í opinberunarbókin kafla 19 stendur, lambið og brúður þess hafa gert sig tilbúin. Jesús kendi þessa kenningu brúðkaupsveisluna. Með öðrum orðum, þetta kenning Guðs. Þá hlýtur að vera lambið og eiginkona lambsins, brúðurinn. Og hvað með þá sem boðaðir í brúðkaupsveislu lambsins? Biblían lýsir þeim sem blessaðum. Í dag býður Guð öllu mannkyni að sannleikanum Guð föðurinn, sem heilagur andi, og Guð móðurina, sem brúðurinn. En hvernig mun mannkyni svara boðinu? Það skrifað, þeir vildu ekki koma. Þótt þetta sé mikil blessun, gerist þetta þegar við flytjum boðskapinn, trúið á Guð föðurinn og Guð móðurina. Auðvitað svara ekki allir á þennan hátt. Sumir taka þessu boði og koma í brúðkaupsveisluna. Eru þessir einstaklingar ekki lýstir sem hinir blessuðu í opinberunarbókin kafla 19? Í gegnum Matthesarguspjall, kafla 22 og opinberunarbókin, kafla 19 ættum við að skilja í dag að það ekki aðeins Guð faðirinn heldur einnig Guð móðirinn.
Einnig ættum við að uppgötva vilja Guðs í orðinu brúðkaup.